Ljóst varð á árinu að það stefndi í gjaldþrot byggingasjóðs ríkisins og húsnæðiskerfisins frá 1986 nema gripið yrði til frekari fjárveitinga til sjóðsins eða vextir á húsnæðislánum hækkaðir. Ágreiningur var í ríkisstjórninni hvernig leysa ætti málið sem á milli formanns og varaformanns Alþýðuflokksins sem náði hámarki á flokksþingi kratanna í byrjun október. En því auðvitað takmörk sett hvað hægt að láta valta yfir sig í málamiðlunum og grundvallaratriðum sem ganga þvert á stefnu flokksins. Ég hef ekki kokvít fyrir hvað sem í því efni. Og að koma síðan hér og flytja sakaskrá yfir þessum flokki og skamma þennan flokk og samherja sína og samstarfsmenn fyrir vanefndir og svik við stefnuskrá og hugsjón en berja sér á brjóst og segja ég ein, það ekki samboðið vinnubrögðum í þessum flokki. Ljóst að mikill ágreiningur á milli þessara tveggja forystumanna flokksins og verður að leita langt aftur til að finna hliðstæðan ágreining sem upp hefur komið á flokksþingi. Engar fjárveitingar eru til byggingasjóðs ríkisins á fjárlögum næsta árs en við afgreiðslu þeirra í lok desember náðust sættir það að setja sérstaka ráðherranefnd í málið. Hún á að skila frumvarpi hvernig staði verða uppgjöri á húsnæðiskerfinu frá 1986 og lausn fjárhagsvanda byggingasjóðs ríkisins fyrir janúarlok 1991.